Sigurður Ævarsson, yfirdómari á Íslandsmóti, gott og sæll og blessaður. Já, sæll. Nú hér Íslandsmóti í gangi og mikið af dómurum í ykkar liði, það ekki rétt hjá mér? Nei, við erum eitt mjög marg. Það eru 8 dómarar á mótinu, öllu. Svo fengum við aðstoð, en það þarf 9 skeið og svona, en það eru 8 virkidómarar á mótinu og það er frekar lítið, sko, með þetta langir dagar. Mitt, það hlýtur að vera púsluspil að láta þetta allt ganga upp með svona langa daga og 8 dómara. Já, það er púsluspil, en það hefur líka kosti. Það er ekki gott að vera margir, það er gott að vera bara í dræfi allan tíman þannig og þetta er náttúrulega frábært lið hérna, sko. Og hvað? Það standa sér svo hetjur. Ég hef sjálfur svo ekkert að gera því að allt krúið er bara að virka. En hvað samt svona, það hlýtur samt að vera eftir hvert flokk að fara yfir málin og ýmislegt rætt innan dómarahópsins án þess kannski að hafa áhrif á hvern annan, það hljóta menn að fara yfir málin að hverjum flokki loknum eða hvað? Já, það er málið, sko, núna er náttúrulega, þetta er tekið upp, þetta er hægt að skoða þetta sjónvarpi, við höfum ekki tímið það, en við höfum allar tölur í þessu appi og menn skoða þetta og pæla og spekulera og hins vegar, finnst mér sko, samræmið er ekki, það er ágætt, það er viðunandi, en menn að taka aðeins á mismunandi hlutum og að liggja vel í gegnum alla flokka, það er miklu meira áriðandi heldur en allir séu á sömu kommunni. Og þannig finnst mér þetta virka, sko. Einmitt, það hlýtur að vera sko ofta rætt mikið samræmi dómara en ekki bara allt í lagi hugsa þetta líka svona, þetta eru 5 dómarar að dæma hverju sinni með sítt sjónarmið á hverja sýningu. Það er málið, þetta eru 5 dómarar og hægst og lægst að dettur og það er að brúa eitthvað mistök innan einhvers eðlilegs og svoleiðis. Og menn hafa mismunandi sjónarhorn og ég er mjög ánægður með þetta kerfi og við eigum ekkert að vera mjög stressaðir yfir því hvort það munar einhvern tímann hálfu með ekki, sko. En svona þá að mótinu í heild sinni, þetta hefur gengið allt vel og þú ert ánægður með mótstaðinn og annað? Það svæði er náttúrulega frábært bara. Getur tekið við svona móti mjög lettilega og þetta var vel undirbúið og starfsfólk allt er svakalega vant mótahaldi. Þetta er bara frábært dæmi og fyrir þá sem er að keppa hérna held ég að það virkar vel, það er rosalega mikil íþróttamennska, maður er auðmjúkur yfir því að það er engin kæra, það er engin leiðind og ekkert vesinn. Það er spenna út af HM-úrtöku, það er svo eðlilegt, en það er allir bara á íþróttamannslegan hátt að keppa og vinna. Einmitt. Þannig að Sigurður Ævarsson, yfirdómari á Íslandsmóti, er kátur með málin hér á föstudegi? Já, það er eftir bara 1 flokkur í forkeppni, það er 12 meistara. Ef hann verður eins og þetta er búið að ganga þá eru svaðalega kátur og ég hef ekki ástæðu lands að ætla það. En stoltastur er það af því að þetta er íþróttamót sem er í háum höfð íþróttamennska og góð framkoma. Og þetta starfsfólk, allt, dómar og rittar eru bara þulir og dómpartur bara frábært. Fótaskoðun, það er engin útundan í því að keðjan virkar alveg stórvel. Þá óska ég þér til hamingju með dómstörinn fram að þessu Sigurður og með þitt fólk og hlakka til að fylgjast með ykkur áfram. Takk fyrir.